Þetta var mjög harðsóttur sigur. Já, förðulegur eða fyrirháleikur. Það er Gróttan 4 mörkum yfir og mér fannst við sjálfum okkur verstir. 7 tækniferðir og 4-5 líka þegar við vorum í undirtölu, þannig að þeir kasta bara í opið markið og svona algjör óþarfar 4 mörkum undir þarna og fá þessi 17 mörk og þannig að mér fannst við bara ekki góðir. Þeir verðskulduðu kannski að vera yfir en ekki 4. En svo seinni hálfleikurinn þá kom nú vörnin og björgum með og samt loksins náðu að fara yfir og náðum svo 3 og þá mistu þetta strax niður. Þannig að þetta var ekta bikarleikur en 9 mörk á okkur í seinni hálfleik, það var gott, smá karakter í seinni hálfleik. Já, en þetta var svona lengi vel svona svolítið andlaust. Já, þetta leit ekki út úr að vera 16 úrslit í bikar oft á tíðum, sko. Það svona var þetta aldrei svoleiðis og þetta kemur ekkert að sjálfu sér og mér finnst þetta svona smá saman á að kveikja á okkur og góði boltar frá Björka hjálpuðu mikið og þannig að bikar er bara þannig og það er bara að vinna. Við vorum geggjaðir í bikarúrslitunum í fyrra og nú vorum við ekkert spes, stundum er þetta þannig. Það er náttúrulega að komast í bikarúrslitin? Já, það er mittlið frábært þegar komnir á dúkinn, sko. Ég myndi vilja fá val stundum bara áður fyrir á dúkinn. Þannig að nú eigum við að mæta fram á útivelli sem að mér veist er eitt heitasta liði í deildinni í dag. Frábæra sóknarlínu og er stilla upp í góða, allir vita sín hlutverk varnarlega líka og ungu strákarnir að verja vel. Þannig að þeir eru mjög góður þessa dagana. Þannig að við erum spenntir fyrir því og það er á þeirra heimavelli og það verður síðasta leikur fyrir jól, það verður gott en við erum náttúrulega Stjörnuna á föstudaginn fyrst þannig að þetta er svona að gaman að þessu. Þetta hefur verið svolítið þungt upp á síðkasti? Já, þetta er farið að verður bara að segja þetta svo við þurfum að kreista fram alls konar orku og gleði og gæta okkur með það. Við höfum bara ekki verið sannfærandi í síðustu 3 leikjum. Ég hugsa að fyrir hálfleikurinn á móti Porto sé eitt besti hálfleikur sem við höfum spilað. Við mistum þetta aðeins frá okkur í seinni svona fullrætt en það var næstu óafinnilegur. Svo svona finnst mér að við þurfum aðeins að kíkja betur á okkur og ná að við erum ekki komnir í jólafrí, sko. Við þurfum að klára 2 leiki af krafti og gera þetta almennilega og mæta almennilega til leiks. Þannig að eins og í dag það er náttúrulega bara til skammar að vera 4 mörkum undir í hálfleik í bikarleik. Og á heimavelli? Já, bara alls konar lítið atriði hjá öllum leikmönnum og okkur líka þjálfurum að sjálfsögðu. Þannig að mér finnst þetta svona ekki gott. En